Bílalán er styrktur af Glitni. Veldu bílalán sem bindur þig ekki. Frjáls bílalán Glitnis. Gestur kvöldsins er Hörður Sigurgeirsson, forstjóri Eimskipafélags Íslands. Heyrðu, það er talsvert mikið í gangi núna. Hvað er það að segja? Fréttum? Já, já. Segir það? Hefur ekki fylgst með fréttum á því? Ég treysti því að þú segir mér fréttir. Já, já. Til dæmis er nú Samherji orðið stærsta félag Íslands. Nú var ekki Eimskip. Ekki lengur, nú er Eimskip nr. 2. Hvað segir Hörður Sigurgeirsson um þetta? Já, það verður að spyrja hann að, sko. Já. Og svo eru ennþá fleiri fréttir. Nú er félag íslenskra stórkaupmanna orðið svo óhreinst með þessa gámaþjónustu þarna í Víkartindi að þeir eru hugsa að biðja opinbera rannsókn. Þú ætla að fylgst með því líka. Hvað skilur Hörður segja um þetta? Já, ég segi það nú. Það er mikið sem það þurfum að spyrja hann. Og svo sé ég hérna í Alþýðublaðinu Guðni Ágústsson, þingmaður Framsóknarflokksins, Suðurlandi. Ómyrkur hreinsun á strandstað Víkartinds. Eimskip ber siðferðilega ábyrgð. Já, ég sá hérna líka í Vikublaðinu. Eimskip hunsar lögin. Hvað skildi Hörður segja um þetta allt saman? Stór sjór. Já, já. Og svo er náttúrulega flugleiðir, nýjasta fréttin þar. Já, ég las það. Já, ég sá það í DF í dag. Flugfélag Íslands ekki á koppinn að óbreyttu af því að sameiningi innanlandsflug eru uppnámi vegna skilyrða samkeppnisstofnunar. Og Hörður Sigurgeirsson er nú stjórnarformaður flugleiða. Já. Hvað skildi Hörður segja um þetta allt saman? Já, það nú. Jæja, Hörður, einhverja góða fréttir í dag? Það er alltaf einhverja góðu fréttir en með góðu fréttunum eru líka alltaf hreint slæmar fréttir. Góðu fréttirnir eru það náttúrulega að það er að byrja að vora. En svo er þetta í bland svona með ýmsu öðru. Það er kannski óvenju mikið af fréttum sem að snert okkur núna með einhverjum hætti en þetta kemur svona í bylgjum. Hvað er þetta fréttin í dag, finnst þér? Fréttin sem að við höfum verið að fást við, fréttin sem við höfum verið að fást við núna síðan 4. mars er auðvitað strand Víkartinds og framhaldið af því og það náttúrulega er í því, á því eru margar hliðar og hérna sem er ekki hægt að fjalla um hér mikið, vandinn er náttúrulega sá að hér er í fyrsta skipti að skip stranda nánast í beinni útsendingu og þetta líka er í fyrsta skipti í 50 ár sem að skip strandar hér í alvöru að þeirri gerð og með þeim hætti sem þarna gerist. Þannig að þetta verður kvælst fyrir mönnum með ýmsum hætti. Hefur þetta mál ekki verið satt að segja hreinasta martröð fyrir einhver Eimskipsmann? Hlutir verða aldrei martröð fyrir okkur. Við tökum þetta og horfum á þetta sem viðfangsefni og vandamál og leysum úr þessu frá degi til dags og lífið heldur höfðu þetta áfram í okkar rekstri þrátt fyrir þetta. Hvað hefur þessar ásakanir að þið hafið skorast undan siðferðilegri ábyrgð í þessum málum? Við höfum ekki skorast undan neinni ábyrgð, Eimskip gerir það aldrei. Við erum að leysa úr þessu, þetta eru flókin, lögfræðileg viðfangsefni sem er í þessu, sem menn eru reyndar ekki alveg sammála hvernig á að taka á. Sumt af þessu hefur tekist að leysa úr í sambandi við þetta skipsstrand, eins og það er til dæmis búið að ná nær allri olíu úr skipinu og núna eru menn að vinna í því að ná farminum úr skipinu. Menn gleyma því að þetta strand er við suðurströnd Íslands sem er mjög erfitt að eiga við verkefni af þessu tagi og mér segja sérfræðingar að það er mjög til efs að það hefði með einu skynsamlegu móti verið hægt að gera þetta hraðar heldur en gert hefur verið og við höfum fylgt því mjög fast eftir allan tíman að þeir hefði gengið mjög hratt eftir því að hreinsa, koma olíunni í burtu og koma farminum í land. Það eru nú alls konar sögursagnir verið í kringum þetta mál og ein sem að reyndar hefur nú verið borðið tilbaka fyrir blaðafulltrúa í DF var svo að þú ættir hluti í þessu félagi. Já, það er alrangt að ég eigi hluti í skipinu eða samstarfsmenn mínir í Eimskip. Þetta skip sem er myndarlegt skip í eigu þýsks fyrirtækis. Það er í reyndinni fyrirtæki sem á skipið, það er eigu tveggja feðgar sem ég hef hitt báða, vandaður og valinkunni menn sem er mikil virðing er boðin fyrir í þessum siglingaheimi. En þú átt í Eimskipafélagi Íslands? Já. 1,1% er það? Já. Hvernig fórstu að því að ná í þetta allt saman? Ég bara keypti það á sínum tíma þegar að verðin á bréfunum voru allt önnur heldur en þau eru í dag og ef menn myndum tíma það saman hvað mikið verðmæti í þessu að þá er það nú ekki ýkja mjög mikið. Við vorum saman við ýmislegt sem að gerist á þessum vettvangi á þessum tíma.
Ég man það ekki, það er einhverjum 130-140 milljónir. Nú, svona fólk sem hefur verið að tala við okkur og frétta að þú ætlar að koma í þáttinn, þá að segja, já, Hörður, hann og ríkasti maður á Íslandi og hann á mest í öllum hlutafélögum, innlendis og erlendis og svo framvegis og hvað er til í sig? Er þetta bara ljóðsögur? Ég á þennan hlut í Eimskip, ég á lítinn hlut í flugleiðum, eitthvað smávegis af hlutabréfum annað. Ég á engin hlutabréf í útlöndum og á engar eignir í útlöndum. Ertu sæmilega stæður maður? Það fer eftir því hvernig metur það. Ég skal segja ykkur án þessa peninga og mér er sagt það svona, ég sé þetta einu svona árið því ég gerir skattskýrsluna mína, líklega eigi það eitthvað svolítið af peningum. Ég hef aldrei séð þá. Þannig að ég... Hvernig stendur á því? Eins og Jóakim Þeir eru bara þarna einhvers staðar á pappír og ég vissi ekki ráð fyrir ef ég þyrfti á þeim að halda að þá get ég notað það. Í hvað myndur þú nota það? Ég bara veit það ekki. Ég hef bara ekkert velt í fyrir mér. Ég hef bara engin áform um að nota það neitt. Ég er að vísa að nota það. Þeir eru að skila mér arfi. Þeir eru að skila mér arfi af reksturinn í Eimskip sem ég hef átt hluti að búa til á undanförnum árum og átt hluti í því reyndar og átt hluti af því að gera með mörgum góðum starfsmönnum, samstarfsmönnum, konum og körlum að búa til meira verðmæti úr þessu fyrirtæki heldur en ekkert sem að vara áður. Það er mjög áhugavert. Ef við víkkum Hörður þetta umræðið með þessu út og tölum kannski svona heimsbyggilega um þetta, hvað er auður í þínum huga? Auður í mínum huga myndur nú væntanlega vera að menn vera að gera það sem að menn hefðu áhuga á og það sem hefðu menntun og þekkingu til og getu til og sömuleiðis að lifa þokkalega í sátt og samlyndi við sitt umhverfi og við sína fjölskyldu. Þannig að þú skrifar kannski ekki alveg undir þessa amerísku hugmyndafræði að án peninga er maður ekkert, eða þá íslensku að margur verður auðvitað með api en úr sætlingum? Ég held að það megi nota peninga til margra hluta og það fer eftir hugkvæmni mann og skynsemi hvernig menn nota peninga. Ég er alveg viss um það að það getur verið mjög gaman að nota peninga. Ég hef ekki sjálfur haft mjög mikil tíma til þess, kannski á ég ekki. Þú er sagður einn af, sennilega hæst launuðu mönnum í landinu, með eitthvað aðra milljón á mánuði. Þegar þú varst lítið strákur í Skerjafirðinum alast upp og alveg upp á alþýðu heimili, sagður þú þá við sjálfan þig, ég skal verða ríkur? Nei, það sagði ég aldrei. En hins vegar fyrst þú spyrð að þá myndi ég svara þér öðruvísi og segja að það kannski hvarflaði mér einhvern tíma þegar að ég var í skóla með mínum félögum og þar fram til göttunum að það var nú gaman að fylgja þessu eftir öllu saman og gera það í gegnum menntun. Það var ýtt mjög fast á mig að ég færi í skóla og kláraði skóla. Kannski hef ég einhvern tíma sagt við sjálfum mig að það væri gaman að standa fram í starfni og stýra bílum snerri. Nú, við erum hérna með myndir frá þínum æsku ári, til dæmis þessi. Já, þessi mynd er tekin að mér fyrir Skerjafirði, þar sem ég átti heima rétt við Reykjavíkurflugvöll reyndar og þetta er tekið einhvern tíma, ég veit ekki hvað ég verið gamall, 5-6 ára gamall og þetta var minn leikvöllur. Þessi mynd er vantarlega tekin af mér og minni fjölskyldu, við erum 4 systkinin og þarna ég er elstur og fæddur 1938 og þarna er komin stúdentsmynd af mér líka með mínum hópi úr Verslunarskólanum, stúdentur Verslunarskólanum 1958 og þarna með Dr. Jóni Gíslasyni sem er mjög merkilegur og góður skólamæður. Þetta er brúðkaupsmynd? Þetta er brúðkaupsmynd, já. Hún er síðan 1966 sem þýðir það að við erum búin að vera gift síðan og þýðir það að við vorum gift í Reykjavík í kapellunni í Háskólanum. Konan þín heitir? Hún heitir Áslaug Ottesen, hún er úr Reykjavík líka. Og þarna ertu að gera það? Þarna veit ég hvað er að gera. Líklega hef ég eignast myndavél, en grunar þetta hafi verið líka árið 1958 því það er mynd þarna á borðinu að bát frá Akranesi því það ég hefur búin að vera norður og Raufarhöfn farandverkamaður og ég hef sátt verið að pröfa myndavélina en þarna hef ég verið í skóla. Þetta eru börnin okkar, Inga og Jóhann Pétur og þetta er nokkur ára gömul mynd. Hún er núna viðskiptafræðingur úr Háskóla Íslands og hann er lagaminni. Þessi mynd er allt síðan síðastliðið sumar, hún er tekin í Gimli í Kanada og búið að boðið þangað, menn boðið það til að vera ræðumadur og mæla fyrir minni í Kanada og svo er svona ökuferð í gegnum bæinn sem er þýðingarmikill partur af þessu hátíðahaldi og þetta var mjög skemmtilegt að hitta hérna mikið af góðu fólki. Sakna hana sem þjóðhöfðingja bara? Hér um bil, já. Hér um bil. Kannski ekki alveg. Fá kannski tækifæri til þess seinna. Hvernig kunnur við það? Mér finnst bara mjög gaman að þessu að taka þátt í þessu með þessu fólki, mikið af góðu fólki og
Mér hafði lengi langað að koma þarna meðal annars vegna þess að hluti af stoffi Eimskips, það kom af þessum byggðum frá vestur Íslendingunum og svo var svona ræktun í þessu. Og þetta er aftur nýrri mynd af börnunum okkar, stúdensmynd af Jóhanni Péti og mynd af Ingu. Þetta er aftur mynd af okkur hjónunum, Áslaugu Ottesen og mér, ekki mjög gömul. Og þarna erum við aftur samankomin þjóð. Nú hörður faðir þinn, Sigurgestur Guðjónsson, sem var bifvélavirki. Já. Og þú elst nú að hluta til þarna heila upp, getur maður sagt, á verkstæði, á bifvélaverkstæði. Ásgeir bróðinn, hann hefur skrifað bók um bíla, sögu bílsins, má segja. Og við höfum heyrt að þú væri með ólæknandi bíladellu, er það rétt? Ég er ekki með ólæknandi bíladellu, fjarri lagi. Mér þykir afskaplega gaman að bílum og fylgist nú svolítið með þeim en ekkert voðalega mikið og ég kann afskaplega við mig í bíl. Og stundum er það þannig að ef ég þarf að slappa af að þá fer ég út að aka og það er náttúrulega mjög gott að hafa skemmtilegan bíl. Hvernig bíl áttu? Ég ek í bíl sem er hérna, skal ég segja, er BMW 530, fínu mótor. Ég hef aðgangað, já, við hefum marga bíla, kona mín á Golf og kona mín á reyndar bjöllu líka sem er síðan 1941. Við áttum samtals 10 bjöllur og þá ákveðum að koma okkur upp annarri bjöllu svona í arf. Þannig við erum í bílum töluvert mikið. Ef ég út að aka þá finnst mér mjög gott að gera það til að slappa af. Hvert gerir það? Út og suður. Ég gerði það mjög gjarnan að ég kannski skrapp út að keyra og fékk mér kaffi eins og til í Vík í Mýrdal. Og það var mjög gott, maður leysi mörg vandamál með því og ég hef líka mjög gaman að því að aka erlendis. Það nokkuð frið, ekki með bílasíma og ekki alltaf verið að hringja í þig og... Nei, ég geng ekki með GSM-síma og það hafa ekki margir aðgang að símanum sem er í bílunum. Þú elst upp í nágrenni við flugvöllin og þar eru flugvélar á koma og fara. Já. Og þú ert líka ekki mikill áhugamaður flug og ert náttúrulega núna stjórnarformaður flugleiða. Já, ég er mikill áhugamaður flug og sögu flugsins og þetta kemur einhvern veginn að nábílinu við flugvöllin. Ég er barn, ég er alast að bygg sem eru mínu fyrstu minningum, eru tengdar flugvöllinum. Þannig eru alls konar óhapp og ýmsir hlutir og við vorum þarna í nágrenni við hermennina. Kannski einhver mín fyrsta minning er utan af flugbraut þarna, þar sem ég er á hlaupum undan skrímsli og skrímslið var jarðýta. Sjálf man ég eftir þess að ég voru höstur. Já, en þú hefur aldrei lært að fljúga? Nei, það er tvennt sem ég vil ekki lagt í ennþá að læra. Það er annars vegar að læra að fljúga og læra að syngja. Framtíðardraumar? Þetta gætu framtíðardraumar en ég ger ekkert fyrir það lengur hvort ég rætast eða rætast ekki. Það skiptir mjög vel máli. En gamall félaginn og Æskur sagði okkur að hérna, þú hafi verið komið í vinnugengi á Eimskip niður á Eyri bara 12 eða 13 ára gamall. Já, nú satt við 14 eða 15 ára gamall. Það vakti athygli, það þótti mjög það vakti athygli þessa félaga míns, já. Þannig að þú kynst Eimskip bara þarna? Já, ég kynntist Eimskip þarna af bakkanum einhvern tímann á árunum 1952, 3 og 4 og það var auðvitað sérlega fróðlegt, skemmtilegt, líka erfitt. Þetta var að dögum þegar Gullfoss kom á 50 dóm og fór á Laugardóm með einhver stubb ef að skipinu seinkaði. Ég vann í það sem kallað var þá A-skálinn og kannski sumt af því sem er mér nú eftirminnilegast þarna var mikið af fólki sitt hver áttinni og mikill áhuga pólitík og óskaplega gaman að heyra umræður pólitík, ekki bara það sem var að gerast á þeim tíma heldur líka langt tilbaka kreppuár og ýmislegt annað. Þannig að móta þér þjóðfélagshugmyndir? Ég veit það ekki, það nú kannski komið svona umstöðu, já, á þessum tíma hefur það strax komið. Það er talsveit svona sósíalist umhverfið þarna? Já, það skiptist í ýmsa hópa, væntanlega hafa verið þarna verið verkalýðssinnar náttúrulega mjög dóminerandi. Ég var svo frægur einu sinni að eignast félagsskiptin í Dagsbrún og þá voru nú ekki allir sem fenguð það menn voru gerðir að aukameðlum en einhvern tíma seinna gat ég sýnt formanni þegar ég var starfandi í Eimskip að ég hef nú verið félagi í Dagsbrún og skildin og þessi viðfangsefni öllsömmul hans og vandamál sem hann tók vel í. Þessi þrjú, hvað ég var að segja, hugðarefni, bílar, flugvélar, skip, allt hefur þetta nú svona komið fram á þínum seinni árum. Eimskipafélagið, flugleiðir og bíladellan. Ef þú svona horfir nú inn í sjálfan þig og spyrði, hvernig stendur á því að ég hef svona mikið áhuga á þessum samgöngutækjum? Hvaða svar kemur upp með? Svarið sem kemur upp í huga mér er það kannski að á þessum tíma er mikill hraði, mikill vöxtur í þessu öllu saman.
bílar er náttúrulega eitthvað sem að breytast og í kringum hann gífurlegur vöxtur, breyting, mjög interessant eftir stríðið og allt þetta. Flugvélarnar sömuleiðis, það byrja í tímabil á Íslandi með flugsamgöngunum, þannig það auðvitað mjög áhugavert og svo kynnist ég kannski skipunum aðalega í gegnum það að hafa unnið sem sumarstrákur í Eimskip á tímabili. Og þessar samgöngur náttúrulega tengist okkar sjálfstæði? Þær gera það sjálfsögðu. Já, þær gera það, þær skipta afskaplega miklu máli og reyndar hef ég þá skoðun að þessi samgöngufyrirtæki íslensku að þau skipti mjög miklu máli og það skipti miklu máli þau að samgönguna til og frá Íslandi það séu á okkar forræði og við ráðum þeim sjálf og þurfum að haga rekstri samgöngufyrirtækjana þannig að við eigum ekki eiga það mikið hættu að einhver fyrirtæki í öðrum þjóðum hafi áhuga á að koma hér. Við þurfum að hafa samkeppni alveg hreint á tæru. Þú ferð semst í háskólann fyrir viðskiptafræði, svo ferð til Bandaríkjanna í framhaldsnám. Já. Hvers vegna fórstu í þennan geira? Akkur fórstu í viðskipta? Akkur fórstu í guðfræði eða bókmenntafræði? Já, ég fer í Vestmannaskólann og svona því var haldið að mér að gera það og það hefur reynst mér mjög vel og skipt mér miklu máli. Mér dettur í huga að kannski hafi nú því verið komið þannig fyrir að ég fór í Vestmannaskólann því það var ekki alveg víst talið að ég myndi ná í gegnum landspróf. Svoleiðis að þetta hefur svona verið praktísk leið að koma mér til mennta. Við þeirra myndið þú að vera alveg hörku námsmaður. Svo mikill námsmaður að þegar það var verið að koma á prent í bókinni slóð kolkrabbans eftir Örnólf Árnason. Það svo saga sögð sem kannast eflust við að þegar að kennari fór eitthvað aðeins út fyrir námsefni og fór að segja einhverja brandara slíkt þá þú alltaf rétt upp hendina og sagt kennari fyrirgefið þetta fyrir utan námsefni. Er þetta það? Kannski hefur þetta bara verið ein missögnin í viðbót í bókinni. Út af við þá ertu svona með þessa ímynd þessa pottþétta forstjóra og þjóðin fær að sjá því í sjónvarpsfréttum stundum en aðalega þarf að sjá því árlega eftir aðalfundi Eimskipafélagsins eða flugleiða og við skulum kíkja á smá sirpu úr því sem við tekið saman í gegnum ár. Með því að það verði hagnaður á árinu 1986. Þannig að raunverulega verðum samdrátt að ræða í þýðingamiklum flutningum á þessu ári sem var að líða og þess vegna munum við á næstu árum í vaxandi mæli leggja áherslu á þessa erlendu starfsemi. Við gerum ekki ráð fyrir að verði nein umtalsverð minnkun í útflutningi. Þá gengum við mjög hart fram í það að lækka kostnaðarfyrirtækinu og til við höfum lækkað kostnaðarfyrirtækinu minnst 200 milljónir króna. Og nú erum við búin að ná flestum af þeim markmiðum sem menn settu sér á 1990. Við breytum hér siglingakerfinu sem að á hluta ársins vorum við með tvöfald siglingakerfi. Maður út í bæ sem horfir á þennan mann, ef þú væri sá maður, hvernig myndi það verka á þig? Eins og þú lýstir á þann, ég ger enga athugasemd við það, ég bara svona. Ég kann því ekki til það. En þetta segir nú örugglega ekki alla söguna um þig, hvernig þú birtist svona í fréttunum og eftir aðalfundum og ég veit ekki hvort þú trúir á stjörnuspeki en við báðum, gera það ekki, en við báðum Gunnlaug Guðmundsson stjörnuspeking að rýna í stjörnurnar þínar og segja okkur hvernig þú ert samkvæmt þeim. Hörður er fæddur í tvíburumerkinu og það sem er merkilegt við hann er að hann leynir á sér. Hann virðist vera mjög jarðbundinn og festur fyrir og frekar þungur að sjá á yfirborðinu sem hann er að hluta til. En vegna tvíburans þá er hann eirðarlaus, hann er mjög fjölhæfur, hann er stríðinn persónlega gagnvart vinum. En ég myndi segja að hann væri svona léttur húmoristi gagnvart þeim sem hann treystir. Það sem ég tel að sé mest munurinn á milli þess sem að fólk sér Hörð sem svona þessi opinberi maður, það virðist að vera mjög stöðugur, fastur fyrir, en í rauninni er hann maður sem er alltaf vaðandi úr einu í annað. Mjög eirðarlaus, þarf að hafa 100 mál í gangi einu. Það sem að mér finnst áhugaverðast við hann svona sem persónu er að hann er íhaldssamur og mjög varkár í ást, en hann hefur teljað þurft að glíma við höfnunarkennd í samskiptum. Þannig að ástarlega séð og samskiptarlega þá hefur hann verið feiminn. Það er kannski þess vegna sem hann virkar lokaður út á við. Og hann er hins vegar mjög traustur, vina sinna, en ég tel að hann geti orðið mjög harður og ef honum er ekki vel við einhvern mann en einhver maður fer út fyrir línu sem að herði líkar ekki, þá lokar hann á hann. Svo það sem er eitt í viðbót sem að mér finnst athyglisvert við hann er að hann hefur tungl í ljóni. Hann er svolítið kongur í sér, hann er stoltur. Og ég myndi segja að hann væri létt montinn án þess þó að hann vilji láta bera á því. Hann þarf svona vissa athygli, þarf að vera svolítið í miðju, en hann fer fínt með það. Jæja, Hörður, bara lifandi komin eða ekki? Jú, ég hef engar athugasemdir. Ekki engar athugasemdir við þetta? Nei. Hvernig myndur þú lýsa sjálfum þér? Ég
ég held sér bara búið að því, þannig að þurfum ekki að gera það, en hérna, ég get svo sem staðfest það við þig að ég svona er að vissu marki inn í mér og er sveifla dreif ekki mjög mikið úr mér og svo framvegis. Kannski myndi ég einhver marki líka því með seiglu. Ég er að hluta til ættaður hér af Suðurlandi og mér er stundum hugsað til hér langömmu minnar sem hét Hólmfríður og hún var hjú austur í Landeyjum og hún réri þar 12 ár á 12 vertíðir á opnum báti og til þess kannski þar svolitla seiglu og það kannski er svona partur af því sem ég gæti viðgengist. Þetta er styrkurinn, en hvað er, já hvað segja, hvað ertu óánægðast um? Já, það er kannski, ég er ekkert óánægður með neitt, ég hef enga ástæðu til þess, en ég get alveg hreint líka viðurkennt það þessi órói sem hann var að lýsa, hann svona, hann er til. Þannig að þú ert kannski að fara að trúa stjórnarspeki þrátt fyrir allt? Nei, ég trúi henni ekki, en ég veit ekki hvaða kerfi menn hafa. Ég hef manni til einhverjum háskólaárum minn, þá hitti ég ritstjóra af Vikublaði hér í Reykjavík og hann sagði mér hvernig hann bjó til stjórnarspána. Og síðan hef ég aldrei lesið stjórnarspána, alveg hreint á hreint. En mestu mistök sem þú gert? Nei, sem ég hef gert? Já. Ég hef þau ekki á hraðbergi. Kannski voru það mistök að vera ekki lengur í skóla eða læra eitthvað meira. Kona mín hafði til dæmis mikinn áhuga á því. Ég hugsa að kona mín hefði gjarna viljað að ég orðið prófessor í háskólanum. Ég hafði ekki áhuga á því til dæmis. Fyrsta skipaútgerðin þín, kannski flokkast undir mistök, var það ekki Hótel Víkingur? Jú, það var mjög merkilegt dæmi til, mjög lærdómsríkt. Kenndi mér margar fljótandi hótel á Hlíðarvatni vestur á Snæfellsnesi. Það var snjall vinur minn sem fékk þá hugmynd að búa þetta til og mjög ötull og góður og náði saman hópum manna til að fjárfesta í þessu. Það var smíðaður stálprammi og ofan á þetta var smíðað, vantarlega 10 tveggja herbergja gistiaðstoða, fín veitingastað og elegant en það gekk mjög erfiðlega að koma þessu af tæknilegum ástæðum og hugmyndin ekki gegnum hugsuð og hvorki tæknilega eða fjárhagslega þannig að dæmi gengi ekki upp. En gerði það nú ekki mikið einhverju, en hérna eina minjarnar sem er eftir þessu er það að framminn undir þessu, hann er enn smábátabryggjasur í Hafnarfirði. En þegar þú varst í Bandaríkjunum, þá hefur okkur verið sagt það að Pálmi heitinni Hagkaup hafi hringt í þig og verið komin langleiðan að gera það forstjóra Hagkaups. Það er rétt að Pálmi heitinn eða félagi hans hringdi í mig og við röfðum saman, við náðum því ekki hittast. Fulltrúi Pálma spjallaði hins vegar við mig og ræddi við mig og velti því upp hvort ég hefði áhuga að vinna við fyrirtæki eins og verslunarfyrirtæki sem hann var með á prjónunum, en af því var nú ekki. Er það eftir því? Nei, ég sé ekkert endilega eftir því. Ég kom hér heim 1968 og þá vildi þannig til að ég var ráðinn í fjármálaráðuneyti, fjárlaga- og hagskýrslustofnun, var þar í 5 ár, óþreyjufullur embættismaður og þeir voru hræddir við mig þarna í kringum mig að ég myndi ekki halda þessu út. Manni var sérstaklega þegar ég kom þarna og lenti samskiptum við ágætlega fyrir félaga mína, en það var mjög lærdómsríkt og hjálpaði mér oft síðan að skilja kerfin sem við erum að fást við. Langaði það til pólitík? Nei, mér langaði ekki í pólitík. Ég brendi mig á því skal sér að ég var formaður stúdentaráðs. Það er svona eina staðan sem ég hef boðið mig fram í raunverulega og verið kosin til. Var það með mjög góðu fólki. Það var svona tegunda vinnu held ég og svona átök sem urðu í sambandi við það sem að samfæra mig það að það myndi ekki henda mér. Þú tekið virkan þátt í starfi? Ég tekið virkan þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins, já. Ég hef gert það með því að sitja í stjórnum og sitja með mönnum og spjalla með og gert það lengi. Og gera það ennþá ef að eftir því er leitað eða menn hafa áhuga á því. Þú ert mikil stuðningsmaður formannsflokksins, er það ekki, Davíðs? Jú, ég er það. Ertu ánægður með hvernig landinu er stjórnað? Ég held að því sé mjög vel stjórnað og reyndar hef ég þá skoðun að þessi ríkisstjórn sem situr og reyndar stjórnað tíð Davíð Oddssonar að það sé að verða farsælasta tímabil lýðveldisins íslenska. Því svo keppir það við viðreisnarstjórnina svolítið. Er ekkert sem að þeirri sérstaklega í taugarnar á þér í þjóðfélaginu? Jú, það myndi örugglega eitthvað fara í taugarnar á mér. Mér kemur ekki sérstaklega í hug í bíli. Vafalaust myndu spyrja mig svo að þá myndu mig vilja spyrja mig um Evrópumál
Mér finnst örugglega mjög áhugavert að velta þeim meira fyrir sér heldur en að við erum að gera og ég er sannfærður að það kemur að því einhvern tímann. En nú eru margir ekki, sem er alls ekki sömu skoðun þú sem þú telja að þetta tímabil hafi verið mikið tímabil valda samþjöppunar og einokunar myndunar í íslensku atvinnulífi og íslensku þjóðlífi og Morgunblaðið hefur nú baunað svolítið á ykkur einmitt í þessu sambandi. Hvað finnst þér um þau skrif? Fjölmiðla umfjöllun á Íslandi, fjölmiðla skiptaðu þetta feikilega miklu máli, meira máli og allt þetta og eru meira áberandi í öllum samfélögum okkar og annar staðar. Og mér finnst í sambandi við fjölmiðla að þá séu þeir almennt oft mjög óbilgjarnir og vígnir og þeir hafa mjög stutt minni og þeir svona spila eftir þeim reglum sem að þeim hentar frá tíma til tíma. Þetta að segja að Morgunblaðið sé svona... Ég er ekki bara að tala um Morgunblaðið, ég er líka að tala um aðra fjölmiðla, kannski þennan fjölmiðl sem við sitjum í en líka bara aðra fjölmiðla. Ritstjórar Morgunblaðsins, þeir hafa ákveðnar skoðanir á málum, stundum er ég sammála þeim og stundum ekki. Það var orðið vinslitt milli þín og Morgunblaðsins því að þið voru nokkuð nánir ritstjórar þess og þú. Vissu marki, já, þá hafa þau orðið. Já. En hvað með þessa umræðu allavega valda samþjöppun og annað? Þú hefur verið kallaður höfuð kolkrabban, hvorki meira en minna. Hvernig kanntu við því heiti? Ég veit ekki hvort ég beinlínis hefði kallaður höfuð kolkrabbans en auðvitað hef ég og mínir samstarfsmenn með einhverjum öðrum hætti verið kolkrabbinn hefur verið eignaður okkur. Þetta er svona partur af þjóðarsálinni með sama hætti og þetta sem við varst að tala um hér áðan umræðan það hver ætti skipið sem að ferst austur á söndum oft mjög illa grunduð og óvönduð umræða. Þetta er einhvað sem ekki gerist bara í þessu þjóðfélagi heldur mjög víða í kringum okkur. Hugmyndin kolkrabbann, hún er sótt í Mið-Ameríku. En ef við spyrjum almennt finnst þér eignir og fé vera á of fárra höndum á Íslandi í dag? Það held ég ekki. Eins og er mjög áhugavert til dæmis í gegnum söfnum manna á hlutafé og fjárfesta í hlutafé og setja sér sparifé í hlutafé að þá er mjög áhugavert að það eignuðust fleiri varanlega eign og hún dreifðist meir og dreifðist á fleiri aðila. Er íslensk þjóðfélag réttlátt þjóðfélag? Ég skal segja það að ég held að við sem búum hér í Íslandi að við séum lukkunnar samfélag. Við Ísland er eitt svona 15, 20 eða 25 löndum í heiminum þar sem að ríkja svona almenn lýðréttindi meira heldur en nokkur staðar annar staðar og það sem hafa meiri tekjur heldur en nokkur staðar annar staðar. Flestir heldur en í flestum öðrum löndum. Þetta er bara staðreynd, menntun er hér miklu meiri og ef þú ferð að leita út fyrir einhvern ákveðin lítinn hóp að þú bara kemst ekkert hjá því að komast til þessari niðurstöðu. Þannig að mörgu leyti er þetta hér mjög gott þjóðfélag. Það segir það hins vegar ekki að það er ekki bætað og breytað í það mér finnst mjög áhugavert að gera það. En þú sjálfur, ert þú réttlátur stjórnandi? Mér finnst þú ekki eðlilegt ég dæmi það, mér finnst áhugavert að ég sé það, þannig að það er auðvitað markmið í sjálfur sér að gera það og reyndar er það þannig að við komumst ekkert upp með annað. Ég held nú reyndar að við í Eimskip höfum bara staðið okkur nokkuð þokkalega í því. Við höfum til dæmis innleitt hjá okkur gæðastjórnun sem er ákveðin aðferð til þess að það séu fleiri heldur en áður var sem koma að ákvörðunum, þróun hluta og taka þátt í því hvernig vinnu umhverfi einstaklingana er. Þannig mér finnst það mjög áhugavert. Sjáum við umhverfið þitt hérna á myndum? Það er mjög einangrað. En það er mjög skemmtilegt hins vegar og hugulegt. Ég hef átt í lánið fagna að vinna með mörgum góðum mönnum og einn af þeim var Halldór H. Jónsson arkitekt og hann er höfundur af þessu umhverfi sem að ég lifi þarna ídalega í Pósthússtræti. Nú ertu ekki aðeins forstjóri Eimskipafélagsins og stjórnarformaður Flugleiða og þú ert mjög víða í stjórnum félaga sem eru tengt þessum fyrirtækjum og slíkt og Eimskip skilst mér að eigi í einhverjum á 7. tug fyrirtækja og það er greinilega nóg að gera hjá þeim. Hvernig kemstu yfir þetta allt saman? Ertu ofurmenni? Nei, ég er það alls ekki. Ég hef þetta að gera meira heldur margir aðrir er að gera. Kollegar mínir margir með ýmsum hætti af einhverjum ástæðum af því að þetta er stórt fyrirtæki nokkuð sem að snertir marga.
þetta er það fyrirtæki í Íslandi sem er með flesta hluthafa, 15.000 talsins, þannig að þetta snertir mjög marga. Ég er ekkert ofurmenni og ég skal segja þér, ég sit ekkert í mörgum stjórnum. Ég vinn hjá Eimskipafélaginu, síðan er ég stjórnarformaður Flugleiða, ég er í stjórn Skeljungs og svo reynda vill hann til sem hobby að ég er stjórnarformaður Sinfljóðstöð Íslands og síðan er ég utan Eimskips ekki í öðrum stjórnum. Og þetta er auðvitað helja mikið verkefni og ég er ekkert að bera mig undan því en þetta er verkefni. Eitthvað lítur þetta að kosta þig, verður ekki fjölskyldan Jú, utan gáta? alveg örugglega, hún verður það. En ég held að þetta sé eðli manna, hvernig þeir vinna, hvort þeir haga sínum störfum, það skiptir ekki máli hvort þeir væri forstjóri Eimskipafélagsins. Ég kom mér í þetta með einhverjum hætti og vilja haga því þannig. Og ég hef þá trú að ef ég væri ekki í þessu verkefni að þá er ég kannski á svipuðum skilmálum í einhverju öðru verkefni. Eins og Guðlaugur stjórnarsprengur sagði? Já, ef til vill. Júsa til þess að ég hefði verið ágætis kokkur og hérna, ég velti því mikið fyrir mig því ég vann með Tryggva Heitn og Þorsteinsson í gamla daga á Hótel Garði, hvort ég ætti ekki að semja við hann svona til hlés að fara í nám hjá honum en hann var listakokkur en það gerðist nú því miður ekki. Uppáhaldsréttir? Þú kemur í vanda. Ég myndi nú velja til dæmis svona íslenska rétti og velja svona eins og humari forrétt og vel gert lambakjöt og síðan einhvern svona einfaldan eftirrétt. Hörðu, nú áttu stóra afmæli næsta ári, verður 60. Já. Ertu nokkuð farin að svona horfa fram yfir það? Ertu nokkuð að skipuleggja ellina? Ég er ekki fann að skipuleggja ellina en ég er auðvitað fann að velta því fyrir mér hvenar einhver tímann komið að því að ég hætti að starfa með þeim hætti sem ég er að gera í dag og snúi mér að einhverjum öðrum verkefnum, einhverjum hugðarefnum. Hvað ætlarðu að gera? Ég er ekki búinn að ákveða það, en mér finnst mjög áhugavert að velta því fyrir mér. Sérðu fyrir þér að þú hættir á einhverjum ákveðnum tímapunkti eða ætlarðu bara að sjá til? Ég ætla bara að sjá til. Ég er búinn að vera líklega í marrétt 18 ár í þessu núverandi starfi og ég er alveg viss um það að ég held ekki upp á aldarfjórðungsafmælið í því starfi. Þú kannski fyrir að taka kokkinn þá Það getur vel verið að ég geri það að einhverju marki eða fara í söngskóla. eða dansskóla, myndir fyrir dansskóla? Já, ég hef verið í dansskóla, þannig ég get nú brugðið því fyrir mig ef á það að halda. Góður dansari? Já, ég hugsa það. Við erum hérna með einmitt vindrænt dæmi það frá árshátíð ykkar Eimskipsmanna 93 held ég megi segja, 94, 80 ára afmælinu. Já, þarna var nú söngkonan okkar. Já, mjög vinsæl Dittó. Hún stóð sér mjög vel í þessu, eins og hún gerir alltaf. En er ekki gaman að láta svona óperusöngurinn syngja sérstaklega til sín meðan þú er að dansa við hann? Mér finnst það afskaplega gaman yfirleitt að hlusta á góða söngvara og reyndar að hlusta á góða músík og mér finnst það mjög áhugavert. Ég hef ekkert lært í músík en ég nýt tónlistar mjög mikið og það partur kannski svona minni afþreyingu að hlusta á tónlist heima og reynda líka erlendis, þannig að það er mjög gaman að því. Ég valdi það að fá hérna til að syngja fyrir okkur Finn Bjarnason sem er í söngnámi. Við komum hér heim og vakti athygli og er mjög efnilegu maður og með honum og hans stóð og stytta er Jónas Ingimundarson og þeir ætla að syngja fyrir okkur söng Valentíns úr Faust eftir Gounod.
la gloire aux saints ennemis, le premier, le plus beau, porte amener, j'irai combattre pour mon pays. Ici vers lui Dieu me rappelle, je veillerai sur toi fidèle. Oh Marguerite, avant de quitter ces lieux, soldat de mes aïeux, à toi Seigneur et roi des cieux, ma sœur j'ai confie. Oh, roi des cieux, j'étais les yeux, protège Marguerite. Oh, roi des cieux,